Ég heiti Ólafur Veigar. Ég heiti Halldóra Björt. Ég heiti Anna Sara. Og við ætlum að kynna eða tala lokaverkefni okkar í afrekinu. Já. Og tala 4 punkta sem við erum með. Fyrsta spurningin er eitthvað vörumerki sem þú heldur mikilli tryggð við, hvers vegna? Og eitthvað vörumerki sem þú myndir aldrei hafa samskipti við, hvers vegna? Ég held mikilli tryggðar við fyrirtæki eins og Apple því að ég á snjalltæki frá þeim sem ég nota bara hverjum degi. Ég nota einnig mikið af vörum frá Adidas og Nike, Macron því ég kaupi íþróttaföt þaðan. Ég myndi ekki versla við fyrirtæki eins og Sven eða eitthvað svoleiðis sem að selja nikotín bara því ég hef hreinlega ekki áhuga á að kaupa vörur frá þeim. Já, vörumerki sem ég til að ég haldi miklu tryggð er Adidas. Ég hef alltaf keypt íþróttafatnaði með þaðan og ég hef alltaf notað sömu skóna þaðan. Og mér er alltaf liðið vel í þeim og einungis hef ég átt annan fatnað frá þeim. Og vörumerki sem ég myndi aldrei eiga samskipti við er Svens og því ég hef engan áhuga á að nota vímuefni og mér finnst að það geta haft slæm áhrif á heilsuna og geta haft áhrif á íþróttaferil minn. Ég held mikla tryggð við húðvörumerkið CeraVe út af það er búið til að góðum og traustum svona húðlæknum og ég hef mjög góða reynslu með vörurnar frá þessu merki og mér finnst það mjög svona góðar og traustar og það virka vel fyrir mér þannig, já, merki sem ég myndi ekki kaupa frá eða fyrirtæki, það er Shein. Ég hef keypt frá þeim en ég vil helst ekki vera að gera út af maður heyrir svo slæmt þau og maður heyrir að fötin séu með fullt af eiturefnum og að vinnuaðstæðurnar hjá fólkinu eru ekki góðar og þetta eru bara ekki hágæðar vörur þannig þær eru ekki rosalega góðar. Já. Hvaða þekkingu og hæfni þarf ungt fólk að rækta til að ganga vel og líða vel í samfélaginu sem þið búið í næstu 20 árin? Mér finnst fólk að hafa góða þekkingu á samskiptum og bara því sem er að gerast í heiminum. Þannig að ungt fólk þarf einnig að vera vel læst og þannig að hafa góða þekkingu á sögu. Já, fólk þarf líka að hafa gott hugmyndaflug og vera góð í að skapa og koma þeim fram. Já. Það er sniðugt að bara hugsa vel sjálfan sig og passa upp á góða heilsu, bæði líkamlega og andlega og fara í ræktina og hugsa góða næringu og gera hluti sem er gott af og passa að hafa andlega heilsuna í lagi og ekki vera að gera hluti sem veist að gera hana verri eins og drekka áfengi og vera í einhver svona rugli. Síðan er líka mjög mikilvægt að halda góðum vinsamböndum og reyna að vera bara besta útgáfan af sjálfur þér og passa upp á að spara vel og plana vel fjárhagslega svo maður lendi ekki inn í vesenni fram í tímann. Og líka bara reyna að gera eins vel og getur í skólanum og reyna alltaf að vera bara jákvæður og læra vel og síðan reyna að fá sér vinnu sem fyrst svo maður geti sparað út af það er náttúrulega svo dýrt að leiga íbúð á höfuðborgarsvæðinu í dag og maður þarf að byrja mjög snemma að spara til að geta flutt heiman. Já, þannig það er bara mjög sniðugt að koma í vinnu og spara. Mér finnst ungt fólk þurfa að hafa því hæfni að geta átt samskipti við hvern sem er og bera virðingu gagnvart öllum í kringum sig
og það sem felst inn í einnig þekking og kunnátta á félagsskap, samskiptum, fasteignum og fleira sem að mun hafa áhrif á bara framtíðina. Teljið þið geta náð markmiðum ykkar í lífinu og eru þið bjartsýn fyrir framtíðinni? Já, ég held að ég muni geta ef ég held bara áfram að læra og vera bara dugleg. Markmiðin mín eru nokkur. Mig langar að ganga vel í skóla og útskrifast með master í einhverju. En ég hef ekki ennþá fundið hvað mig langar að læra. En maður finnur það bara með tímanum. Ég vil síðan skoða það að fara til eitthvað land í Skandinavíu eða jafnvel Spán og taka 1 ár í námi, skiptinámi þá, áður en ég tek master. Og ég myndi síðan vilja fá mér betri vinnu, svona almennilega vinnu til að vera í jafnhliða námi eða á sumrin, einhverja vinnu sem ég hef gaman af, eins og að vinna á hjúkrunarheimili eða einhverju svoleiðis. Ég er líka að byrja að spara og er með sparnareikninga fyrir bíl og fleira. Og markmiðið mitt þar er að kaupa minn eigin bíl áður en ég útskrifast úr menntaskóla. Og síðan er bara planið að búa hjá mömmu og pabba eins lengi og ég get og spara þannig ég geti keypt eða leigt ágæta íbúð þegar ég er búin í háskóla og farin að vera meira sjálfstæð. Þannig já, ég er bara bjartsýn fyrir þessu og já, þetta mun alveg vera erfitt en maður þarf bara að skipuleggja sig. Já, ég er með nokkuð markmið fyrir framtíðina og það er aðalega að klára skólann og fara beint í háskóla eftir menntaskóla og vonandi eða mögulega fara út í nám sem þá skiptinemi. Og ég hef alltaf verið með það langtíma markmið að komast í landsliði í handbolta og mér er búin að ganga vel í því núna og það er með það skiptir svo miklu máli að æfa nógu mikið en passa upp á álagið, sérstaklega með íþróttum og borða vel og rétt og hvíla sig og það er eitt sem mér finnst skipta mestu máli í öllu þessu er hugarfarið. Það kemst engin langt ef maður er ekki með réttu hugarfari og maður þarf að vera tilbúin í hausnum fyrir góðu dagana og í slæmu. Það er aðallega með íþróttina og síðan einmitt stefni ég á að vera í góðri vinnu og safna upp í íbúð og bíl og já. Já, ég tel framtíðina að vera mjög björt og ég er bara mjög spenntur hreinlega fyrir framtíðinni. Mér langar að fara í skóla úti eftir menntaskóla. Ekki alveg, ég veit ekki alveg hvar, en já, ég er bara nokkuð spenntur. Svo er síðasta spurningin hjá okkur, hvernig getið gefið af ykkur til samfélagsins, íþróttafélags, skóla, bæjarfélags og skiptir það máli? Ég get lagt á mig að vera góð fyrirmynd og kurteis og bera miklu virðingu gagnvart öllum sem móta mig sem manneskju. Sama hvort þessi einstaklingar hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á mig og mér finnst framkoma allra skipta mestu máli. Já, mér finnst mjög mikilvægt að vera hjálpsamur og hjálpa einhverjum vandræðum. Einnig finnst mér gott að vera góð fyrirmynd. Svo á maður að vera kurteis og svo er að geta því að styrkja góð málefni og vera bara besta útgáfan af sjálfum sér. Mér finnst það mjög mikilvægt bæði í íþróttum og skóla, bara fyrir bæjarfélögin og bara skiptir miklu máli. Mér finnst það vera hægt að taka þátt í félagslegum atburðum í skóla og íþróttafélagi. Eins og þessu að vera góð fyrirmynd, sérstaklega við þið yngri og vera bara kurteis eins og þú getur og vera jákvæður og hvetjandi liðsfélagi. Vera opinn og reyna að gefa af sér.
hvetja aðra til að vera jákvæð líka. Svo hrósa öðrum og vera bara ekki neikvæður, vera bara eins jákvæður og getur. Og síðan gott að taka þátt í að þjálfa yngri iðkendur og þar af leiðandi hjálpa félaginu. Ég þjálfa til dæmis á sundnámskeiðum hjá Breiðablik og ég hef verið að gera það í 1,5 ár. Þá er ég bara sérþjálfari og ég er með minn einhóp af krökkum á námskeiðunum sem ég kenni á. Krakkarnir eru á stóru bili. Ég hef verið með yngstu 3 ára börn en líka 10 ára. Ég er undanfarið mest sambúin með 6 ára krakka og þetta hjálpa liðinu mjög mikið út af það vantar sundþjálfara alls staðar á landinu og það að liðið geti nýtt okkur elstu sundmennina og haft þessi sundnámskeið liðið til þess að við söfnum pening og þá getum við nýtt hann í mikilvæg hluti, þannig það hjálpa bara félaginu mjög mikið. Já. Bara takk fyrir okkur. Já. Já, takk. Flott.